hver þið munurinn á því að vera með EES-samningin og núna að ganga inn? Hver þið, og ef við tökum evru út fyrir svega, hver þið ábatinn af því? Sem sagt, það núna í pólitísku samningi? Já, ég ekki endilega, ég bara tala fyrir lífskjör og annað. Þú veist, já, við fengjum hérna þessa 6 fulltrúa og leiðtogaráðið og ráðherraráðið. En hver þið raunveruleg ábatinn af því að við myndum ganga þannig inn, annað en bara regluverkið? Já, og ekki bara embættismennir út. Nei, ef við tölum bara núna hvað myndi breytast í daglegu Íslendinga, þá það náttúrulega líklegast tolla hlutin sem stærsta breytingin ef þú tekur evruna út fyrir sviga. Ég meina það við myndum vera þá hluti af þá vask- og tollabandalagi Evrópu, sem þýddi það að ef við fáum sendingu frá Evrópusambandinu, þá þarf hún að geta farið gegnum tollafgreiðslu og lagt að leggja sér vask við komum til lands, heldur bara kemur hún beint með pósti heim og allar vörur til og frá Evrópusambandinu eru að fullu tollfrjálsar, þannig að það bara þetta panta ost frá útlöndum og hann kemur bara og við bara borðum hann og það þetta flytja hann inn og það ekki lagður neitt tollur á það og sömulegis fiskurinn okkar, ég meina hann myndi þá fá, við vorum með mjög gott hlutfall af tollfrelsin á sjávarútvegi þegar EES-samningur byrjaði, það hefur versnað til muna meðal annars kannski vegna fiskeldis sem ekki að fá jafn góðan aðgang. Þannig að það eftir þessi bara svona 60% pluss, 60 eitthvað hátt af fiskvörum sem eru tollfrjálsar inn í ESB, en það myndi alltaf vera 100% þegar við göngum inn. Þannig að Þegar Evrópusambandið voru að bjarga fiskeldunum, þá geti ég nú sagt já. Ég meina við markaðsaðgangur okkar með fiskeldi mun batna við inngöngu í Evrópusambandið. Auðvitað aftur, getur hún nokkuð sagt, auðvitað geta semjum það sko, en ég meina það þá þurfum að bjóða eitthvað á móti og þá það tollfrjálsar aðgangur fyrir þá fyrir landbúnaðarvörur, þannig að við getum samið okkur inn í ýmislegt og svo þegar við erum búin að semja þetta alltaf, þetta fara að líkjast Evrópusambandinu bara það mikið að bara af hverju ekki bara taka það skrif.